þú kannski dæmir vel í 59 mínútur og síðan kemur einn dómur í lok leiksins og það verður allt vitlaust í húsinu og samt dæmdur frábærlega í allan leikinn og stundum þannig í pólitík að þeir finnst að taka alla réttar ákvarðanir, síðan kemur ein ákvörðun og það sprengir upp allt í heita pottinum í sundlu ákvarðanar en síðan bara jafnar það sig og þú bara að standa fast á þínu, þessum ákvörðunum sem þú tekur. Byrjum bara á byrjuninni. Upprunnin og hvaðan kemurðu og uppvaxtarárin og segðu okkur allt þig. Herðu, ég kem frá Akureyri, uppalinn hér, fæddist 1979 og búinn að búa hérna hátt í 40 ár. Bjó 6 ár í Reykjavík og síðan bjó ég í Noregi og Danmörku, samtals 2 ár. Hvað gerði ég? Ég var bara alltaf á ferðinni, mjög virkur. Prófaði allar íþróttagreinar og fór mikið í fjallið og upp á toppinn og niður og lærði að skíða. Og bara búinn að gera alveg ógeðslega mikið. Byrjaði að þjálfa handbolta þegar ég var 16 ára og fór á sjó líka þegar ég var 16 ára. Pabbi sagði mér að drulla sér í Barentshafið og koma til sín. Þannig að ég byrjaði þá á sjó og var 8 eða 9 sumur í röð. Þannig að það alveg mest allt kennarar og sjómenn í ættinni. En af hverju valdirðu þá ekki sjóinn? Af hverju valdirðu handboltann? Já, góð spurning. Nei, ég var alltaf að byrja í handboltann alltaf bara 7 ára og var alltaf uppi á alla gíslatímanum sko. Þannig að ég byrjaði 1986 í handbolta og alla gísla kom 1991 og KA-heimilið var byggt þá og við mættum á opnunarleikinn félagarnir og það var ekkert aftur snúið. Unnum alveg ótrúlega marga titla með Jóa Bjarna og það óhætt að segja það að þetta var kannski svona skóli lífsins fyrir okkur strákana frá 79, 80, 81 og 82, jafnvel 83 árgerð. Það voru margir skrautlegir karakterar þar. En þarna fengum við rosalega gott uppeldi frá frábærum þjálfara og það var alveg herægi en samt gaman og þetta er ég búinn að fara með eiginlega bara í mína þjálfun og lífið, að hafa mikinn aga en alltaf gaman. Og það er svona blandið sem ég er búinn að bland sem ég notaði í minni þjálfun og gengi vel. Og er búinn að núna þjálfa stelpur í rúmlega 3 ár og búinn að ganga frábærlega. Og það er vitalegi svolítið strangur og vill hafa góða reglur en reynir að vera skemmtilegur líka. Nei, það kom aldrei til greina að vera sjómaður, bara óður minn prófaði þetta aðeins og pabbi náttúrulega var skipstjóri í fjölda ára. En mér finnst alltaf gaman að sjó, sko. Geðveikt. Svo ertu líka kennari. Af hverju valdirðu það? Já, herðu, góð spurning. Ég valdi það eiginlega 2001. Þá var ég að spila með KA og vildi svo skemmtilega til að við urðum með þessa Íslandsmeistarar þetta ár móti Val og þá var ég svona bladdari að fara í Lundarskóla og kenna og ég hafði bara verið ómenntaður leiðbeinandi. Fannst það svona hrikalega gaman og kennararnir mættu náttúrulega allir leikir og með spjölda mér og allt saman og þá tók ég ákvörðun að fara bara í kennó og í kennaraskólann og útskrifast þar 2006 og fór strax að kenna í Reykjavík í Ingunnarskóla og kom síðan heim og var lengi í Naustaskóla, 10 ár og var þar bæði sem kennari og stjórnandi og ég bara einfaldlega elska að kenna. Ég saknaði þess rosalega. Það er svona erfiðasta fyrir mig eftir ég fór í pólitíkina að vera ekki meira með börnum en ég reddaði með að þjálfa krakkana en ég mun alltaf fara aftur í skólan. Ég alveg dýrka það og einn skemmtilegast að vinna í heimi, finnst mér. Af hverju ákvaðstu að koma aftur til Akureyrar? Já, það var náttúrulega ekki spurning að koma aftur og var að eignast við vorum að eignast fyrsta strákinn okkar, Daðárna, og það kom ekki til annað til greina en að ala hann upp hér og síðan bara eins og við vitum öll að það er yndislegt að ala upp börn hérna á Akureyri og það var svona helsta ástæðan. Fæddist 2006 og ég flutti aftur 2008. Þannig að ég er búinn að vera síðan og bara búinn að líða mjög vel og fer ekki neitt held ég. Nema kannski eitthvað tenni á 70 eða eitthvað en hann sé góður sko. Og af hverju ákvaðstu að gefa kost að þér á sínum tíma? Já, góð spurning. Það var svona smá áskorun sem ég fekk. Þykir náttúrulega gríðarlega vænt bæinn og alltaf svona challenge sjálfur með að gera eitthvað nýtt.
ég hef, eins og ég segi, þjálfað rosalega mikið, síðan fór ég að dæma og síðan fór ég í stjórnendastarfi í grunnskólanum eftir ég var búinn að vera kennari lengi og síðan kom þetta tækifæri bara svona óvænt upp og ég lét bara vaða. Ég sé ekki eftir því, þetta alveg hrikalega skemmtilegt en erfitt. Hverjar eru helstu áherslur og drifkraftur í pólitíkinni? Ég ætla búinn að vera formaður fræðsluráðs og formaður bæjarráðs, þannig að peningahliðin er búin að vera mjög krefjandi að fylgjast með fjárhag bæjarins sem er alltaf yfir 40 milljarðar og þú ert að taka rosalega margar og erfiðar ákvarðanir og það var það svona fyrsta sem að ég lagði mig gríðarlega mikið fram og er búið að vera ótrúlega skemmtilegt að komast inn í fjármál bæjarins. En síðan alltaf hafði ég gríðarlega mikið á skólunum og íþróttum að sjálfsögðu og hef lagt mig mikið fram í því eins og með símafríð og lýðheilsukortið og fleira sem við erum búin að innleiða á þessu kjörtímabili. Ég er mjög stoltur af því, mjög mörgum hlutum. Þú sem kennari, er einhver tækifæri sem þú sérð í skólanum? Já, ég sé fullt af tækifærum að númer 1 náttúrulega verður bara að fara að tala jákvætt líka kennslu, kennara, nemendur, sérstaklega stráka og fleira við þurfum að byggja þetta upp að miklu jákvæðari nótum en það er alltaf hægt að gera betur en umræðinu farin svona marga hringi og það er kannski helst námsmati sem við erum að tala mikið núna. Það er búið að taka alveg hrikalega mörg ár að koma tilbaka eftir að samræmdaprófið gekk ekki nógu vel og því að samræmdaprófið per se var alveg sniðugt en nú loksins erum við búin að fatta að það er ekki hægt að taka bara 1 próf í 3 tíma og síðan fara að vita hvort þú fer í VFMA, MA eða Vestló en núna er þetta einhvern veginn rosalega huglægt þannig að þetta er svolítið svona pínu hættulegu leikur og við þurfum að fara að einbeita okkur núna á námsmatinu, gera það vel og þetta er bara því miður og flókið. Ég meina ég var að kenna með mjög einföld einkunnarkerfi og ég var náttúrulega bara með umsagnir og tölur og bara ef að þú fékkst 7 þá bara skýrði ég út þess að 30% sem vantaði upp á. 7 er náttúrulega bara sama á 70%. Þannig að en það er samt, þú getur gert verkefni og fengið umsögn eða bókstæfi og allt svoleiðis. Það er bara fólk það bara að koma saman núna og finna sem allir er sátti við. Kennarar, stjórnendur, foreldrar. Nú þurfum við að fara að hætta þessu rifrildi og finna einhverja lausn og ég heldur að þessi komið smá svona lausn í þetta með þetta matskerfi sem er koma núna, það er að segja að það er að koma hálfgert samræmt próf að þú færir 3-4 vikur að taka það og kannski klukkutíma á þriðjudegi og annan klukkutíma á föstudegi og þá færðu miklu betri niðurstöðu. Sjáum við til dæmis eins og okkur, við innleiddum símafrí og ég er búinn að funda með ráðherrum, menntamálaráðherra 3 svar, hann er 3 mismunandi, þannig ég vissi aldrei svona hvernig ég átti að höndla þetta en við kynntum fyrir alla reglunar, hvernig innleiddum þetta, með foreldrum, með nemendum, kennurum, stjórnendum, frábært og núna 1,5 ári síðar erum við ekki ennþá komið þetta stað. Og það er eins og þannig ég er mjög stoltur af þeirri verkefni sem við gerðum og en það er svo margt sem er þetta breyta og gera betur. En erum með geggjaða kennara, frábæra skóla en það sem eru hæst uppi verða að vanda sig betur. Hvað hefurðu lært á síðustu 4 árum sem bæjarfulltrúi? Þetta er stór spurning. 4 ár. Ég hef lært að bærinn okkar er bara stórkostlegur og með frábært starfsfólk og metnaðarfulla bæjarfulltrúa. Hann er mjög flókinn, reksturinn. Maður er búinn að læra alveg ótrúlega mikið en samt eitthvað þykir mann svo vænt það núna að vera komin inn í alla hluti, þessar litlu ákvarðanir í velferðarmálum og fræðslumálum og allt saman. Þannig að þetta er bara ótrúlegur skóli. Þetta er eiginlega búið að vera frítt háskólanám í 4 ár. Maður er búinn að búa til 4 fjárhagsáætlanir og fara yfir 4 ársreikninga og þetta er bara búið að vera stórkostlegur skóli og gaman að fara í sundlaugin og heyra svona sögur og leigubílana og bara labba bæinn og síðan á maður ekkert að taka gagnrýni illa. Það fyrir bara að hlusta og bæjarbúar komið fullt af frábærum ábendingum. Er fólk að labba upp að þér og bara leyfa þér að heyra það? Já, biddu fyrir þarna. Ég fer ekki í bónus nema maður lækkar fasteignaskattinn eða fá
taka ruslatunna oftar í viku, sko. Og eiginlega finnast það við það, sko, það bara, getur ekki, móka göngustíðin upp í Hagahverfi fyrir mig á morgun. Ég get alveg gert það svo sem bara ef ég var með próf. Punktar það hjá þér allavega. Þannig að það alls konar, en bara skemmtilegt. Að nýtast þér bakgrunnur í handbolta, í bæjarpólitík? Já, ekki spurning, sérstaklega í þjálfun og dómgæslan líka. Þjálfun náttúrulega mikið ægi, þú ert náttúrulega með að þjálfa lið og þú ert að búa til liðsheild. Þetta svona svipað eins og í okkur með meirihlutann. Við erum með öðru sér áherslur en við þurfum að vera eitt lið sem meirihluti. Og núna erum við að vinna saman í kosningabaráttu. Við þurfum að vera eitt lið, allir með svona kosti og galla. Og sumir eru hressir og sumir eru með rosa fókus og ógeðslega gaman hvað erum að kynnast mikið á þessum dögum hérna. Það er kannski skemmtilega að ég er búinn að segja nokkur að ég lík þetta rosalega mikið við dómgæslu. Þegar þú kannski dæmir vel í 59 mínútur og síðan kemur einn dómur í lok leiksins og það verður allt vitlaust í húsinu og samt dæmdur frábærlega í allan leikinn og stundum er þannig í pólitík að þeir finnst að taka allar réttar ákvarðanir, síðan kemur ein ákvörðun og það sprengir upp allt í heita pottinum í sundlu ákvarðar en síðan bara jafnar það sig og þú er bara að standa fast á þínu, þessum ákvörðunum sem þú tekur. En hvað myndi koma fólki mest á óvart þig? Ég stundum verið að tala ágætis söngvari, en síðan er þetta bara eins og spila leik, sko, og ég stundum á ég frábæran leik, tek eitthvað gott lag og fæ mikið hrós, en stundum á maður bara, ég var að syngja í Hofi með Hvannadalsbræðurum og var einhver fullt af generalpröfum og summi í Hvannadal spurðu hvort ég væri bara ekki klár í hljómsveitina næstu, sko. Þá bara overpeppaðist ég og gat ekkert síðan í loka frammistöðinni og ég er ennþá svekktur, sko.